Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér Nadjila Atala. Já, alltaf, ég fer alltaf í flækju þegar ég er svo hrædd mér er svo hrædd að mistakast að segja nafnið þitt. Já, það var alveg allt í lagi. Það er bara alveg fyrir okkar til bara líka til að spilja íslensku nafn og þetta var ekki auðvelt fyrir okkar til að segja allir íslensku nafn. Nei, einmitt, þetta og kannski bara merkjum það hvað við erum óvönði að kynna fólk með svona ólíkan bakgrunn til leiks hérna hjá okkur. En þú ert arkitekt. Já, það. Og frá Palestínu og hefur búið hér í fjöldamörg ár og komið áður við Rauðaborðið þar sem við vorum að ræða feminisma og hijab. En í þetta sinn þá langaði mig svo að spyrja þig út í saumaskapinn sem þú ert að gera. Þú ert í svona handverki og langar að kenna það. Já, það er rétt. Já, ég með þetta hugmynd til að bara stofna Gaza Company fyrir 6 ár og ég halda fram með það og nú ég vil að bara kynna palestinska minningar hjá Gaza Company og það bara hugmynd det i högen min till att bara att vi skipten vinner som beder från mer till att kunna ana soima á palestinsku og ég bara hugsa það að við hverju ég ekki fara að halda áfram á það og ekki bara kynna soima og palestinska soima ég bara segja frá palestinsku minningum og líka hátíð og hvað merkir það fyrir okkar að palestinska til að halda þetta soima það bara ekki it's not only tattoos or like handverk það speglar okkar identity þarna. Já, og þetta er svo löng saga og hvert mynstur það segir sína sögu og á uppruna hjá einhverjum kannski einhverju ættkvísl innan palestínsku þjóðarinnar. Já, það bara byrjar svo gamla daga og það bara líka sögu eftir það. Einhver borg á Palestínu átt sérstaklega minister á tattoos, like handverk og sauma. Og þarna speglar hvað almennt í þetta borg. Til dæmis í Gaza, það tre sem nafn Saru og svo fæð með þarna minister. Í Hebron, which means Khalil, það öðruvísi tre og þarna ekki bara eins, þetta bara speglar hvaða tákn, þetta bara táknar af borginar og það speglar hvað the most important, hvað bara mista táknar af borgunum og þarna og núna í gamla daga ég finn konnar á Palestínu sauma þeirra kjóll. Já, einmitt og þjóðbúningarnir og og það bara að taka langan tíma og þau allan tíma og þarna ég ætla bara að skipta yfir ensku til að sé þarna. They were not gathering bara til að sauma, líka til að segja frá palestinsku sögu og það bara miklu þetta kostar mjög mikið máli að bara hafa munnu sögu. So it's like kunnur sauma og sama eins tíma bara verðvetir sögur palestinsku. Akkurat. Og þau bara klæða þetta kjóll, klæða kjóllur og keep it. So it's like bara generation after generation, they kept the dress because it's not only the dress that like amma eða mamma klæði þetta líka
our history. This is like what was the famous symbols of Palestine. Núna, it's listed under cultural heritage. Like in March 2021, the Palestinian Tatreez considered as a worldwide heritage that need to be preserved. Já, af UNESCO. Já, það rétt. Já, UNESCO. Já. Og þetta kannski ekki síður mikilvægt svona fyrir þig akkurat núna þegar verið að fremja þjóðarmorð á fólkinu þínu í Palestínu. Já, það rétt. Í tímanum palestinskum bara resist með öllum means. So it does not necessary to carry like weapons to reflect to protect our community, to protect our identity also. You could fight with different means and different ways, and to spread the knowledge about our beautiful culture or like our beautiful food, everything related to Palestine. It reflects one of our resistance. So, and also það nauðsynlegt en mikilvægt fyrir mig til að speglar kunnur af Palestínu. Við erum að halda áfram að bara to fight og bara halda áfram brá áta og líka við ætlum að sýna hvað fallegt af Palestína. Så það til dæmis þarna Soima, þarna Tatreez. Það bara mjög kannski lyftir því aðeins og vélinn sjái svona og þetta svona þetta tíma Tatreez. Þetta bara þetta plástur frá gamla daga og ég bara pæta við á með I'm an architect, so when I'm designing it hanna þarna ég bara koma í hugum minn að við fyrir ég ekki blanda þarna lines og líka all kinds of shapes. So þarna bara when even þegar ég stofna Gaza Company hugsa núna ég milli Gaza, Palestine og líka Ísland og ég búa á Íslandi þá vel ég að speglar íslensku minningar. Það mjög fyrir stríð brjóst á Gaza við erum með svo margar vorur frá Gaza og þetta vorur ég hannaði það og þarna blanda með íslensku og líka palestinsku minningar og þú getur finna til dæmis fuglar í okkar hönnun og líka hvað þarna stjörna þetta bara alþjóða stjörna like the star which is kind of worldwide so ég bara blanda þetta so it's þarna as Palestinians þarna líka message þarna við getum aðalagað með íslensku félag samens og handverk get aðalagst. Get ég gert það hjá blanda palestinsku Tatreez með íslensku minningar til við erum að gera það líka. Þú ert að skrifa þína sögu eiginlega í gegnum mynstriði. Já, það rétt. Það rétt. Ég bara nota sögu til að spegla okkar högar og líka what we want í framtíðinni. Hvað vil okkar frá Íslandi í framtíðinni. Þú ert með meira til að sýna okkur af svona saumaskap. Já. Ég veit ekki svo mikið fyrir. Nei, það bara allt í góðu. Vegna þess stað á Gaza það bara erfitt að fá fyrir og nú ég bara corporate með
í Egyptalandi. Hún líka arkitekt, hún Ala stofnaði initiative eftir Thread of Hope þarna í Egyptalandi og hún vil að hjálpa líka konur frá Gaza til generate income. Já, svona og til þess að það skilir sér alla leið. Og þarna, til dæmis, þarna bara smá, lítil taska. Og þetta fólk, íslenskt fólk, það kannast alveg við þetta. Íslensku fólk kynna það. Já, og það er kross og þetta bara cross-stitch og þarna ég held á Íslandi þetta bara stærista stær. Á Palestínu við erum með bara minni cross-stitch þarna. Og þarna bara mjög litla tusku, þarna trefill þarna. Þarna bara planta, þetta bara frá gamla daga, þarna bara stjóra. Og geturðu, þegar þú sérð svona munstur, hérna, bara í kjólum og klæðum frá Palestínu, geturðu þá sagt svona, já, þetta frá þessu landsvæði? Já, ég fyrir mig, ég get gert það, fyrir aðra, það var erfitt. Og í Nómaskið, ég ætla að segja frá þarna, þetta minister til dæmis speglar þetta svæði, þetta frá þetta svæði, þetta frá þetta svæði. Og þegar þú með kjöll til dæmis í Gaza, kjöll á Gaza alltaf fá alltaf fá sérstaklega minister og líka í Hebron í Jerusalem. But for other people, þarna bara svo erfitt fyrir þeirra til að kynna hvað þarna og hvað þarna. Einmitt eins og þú segir, þá þetta ekki bara mikilvægt til þess að varðveita söguna og svona segja söguna einhvern veginn myndrænt, heldur þetta líka vopn í því sem að gerast. Það ekki hægt að stroka út menningararf. Já, það rétt. Þú mátt alveg skipta á ensku. It's like the hope that we have, it's not only that we want to preserve our culture, but also to reflect that Palestinian women have this inside them, this kind of a beauty that reflects not only the beautiful history of our ancestors, but also reflects our well-being. And the people who have this kind and this such beautiful pattern and such beautiful color and til dæmis á palestinsku sauma það þú alltaf vinna rauð og líka grænt og líka hvítur og það speglar grænt speglar grasið og hopp og þarna og núna ég vil að nota blár og þetta speglar von. Like even when I'm designing the patterns, I'm trying to reflect the idea that for me, even if I am not in my country, if ég ekki á Palestínu, if ég ekki í Gaza, hjarta mitt Gaza og líka ég vil að tengdast það á Íslandi. I wanna feel that I have something common between the Icelandic culture and the Palestinian culture bæði og find this this line þráður og líka this line of hope. These two communities can work together to preserve not only culture but to preserve the hope that we come from Gaza carrying in our heart. Because yes, we are ég íslensk og ég elska Ísland svo mikið og á sama tíma ég von að
fara pakk til Gaza hverjum dagi. Og þegar ég get gert það, I want to leave something in Iceland too. Make people remember that when we have folk frá öllum döngum, they have a touch, they have their own touch. Og þau skilja eftir sér einhverja fegurð. Yeah. I don't want, till times, I don't want to change the cross stitch of Iceland. No. Ég bara vil að blanda það og hafa ný falleg. Já, bara eins og falleg saga. Já. Og þá líka, og þegar þú ferð einhvern daginn aftur til Gaza og þá getur þú komið með líka verkin þín sem þú gerðir á Íslandi og getur sýnt þau á Gaza og þau geta þá hjálpað þér líka að útskýra lífið á Íslandi fyrir þau sem hafa ekki komið hingað. Já, það er rétt, það er alveg rétt. Og í alvöru, þegar ég byrjaði að hanna og blanda íslenska minister og líka palestinska minister kunnur sem vinna með mér, þá byrjaði að spyrja hvað er þetta vogl? Við erum með vogl á Íslandi, í Palestínu, og það er sérstaklega voglur sem nota og bara reflect as to be cross the stage. Og þegar ég komið þarna, þarna ekki frá palestinsku gamla cross stitch. Já, þetta frá Íslandi. Það var mjög áhugavert. Getur þú tala okkar? Getur þú tala saga eftir það? Af hverju þú nota þarna? Af hverju þú vil að gera þarna? Þarna, ég selja þarna fórur á Íslandi og það mikilvægt að speglar að við erum virða íslensku minningar og við ætlum að fá íslensku minningar í okkar fórur. Það bara mjög vel. Og bara byrja að spjalla það. Spjalla það. Þetta svo mikilvægur svona icebreaker líka á milli kvenna. Já, það rétt. Það alveg rétt. Það alveg rétt. Þarna, núna ég líka með hugmynd til að gera það í Egyptalandi. Til að bara ekki bara vera saman til að sauma, líka til að tala sögur. Til að tala sögur. Sögur okkar, ekki bara hvað fórum við að flytja frá Gaza. Nei, what we want to keep in our memory. It's not only stríðs minningar eða lofta áris minningar. We need to recall endur svona kalla þarna í okkar. Já, og bara svona taka í rauninni til ykkar aftur minningarnar af Palestínu og Gaza, að það séu ekki bara þetta ljóta sem að við sjáum fyrir framan okkur á tölvuskjánum, ekki bara þjóðumorð og blóð og hræðilegt, heldur allt þetta fallega. Já, og líka í gamla daga þegar konnar vera saman, þau syngja. Það alltaf gleði, það alltaf, þau eru alltaf happin, þau eru alltaf glaðar. Og ég vil að kalla það. Þá erfitt tíma. Þarna mjög erfitt tíma. Þarna mjög erfitt að segja, já, ég vil að syngja. Ég vil að dansa. Nei, þarna var mjög erfitt að segja þarna. Ég vil að kalla gleði. We were we are really a happy community. We like to live life. The only thing that what is going on with us for the last decades keep getting us to the back. Keep getting us to the sadness, to the sorrow, and etc. And we fight that. And sauma eða vera saman eða tala sögur. Þarna one way to reflect this, to keep a little bit of hope, to keep gleði í okkar, in our heart. Syngur þú þegar þú ert að sauma?
Ekki alveg, núna í alvöru það var mjög erfitt núna, þannig að þegar ég bara byrja að syngja og að segja hvað ég gleði, ég bara munna hvað allir atburðir á Gaza, þannig að ekki auðvelt fyrir okkar til að bara vera happin eða vera glaður. Ég vil að bara skipti það, ég vil að brytja það og ég von í þarna námskeið að bara segja frá fallegt, what is that beautiful, how we were hvernig var að alast upp og þú veist og hvernig var að hlaupa og leika úti og alla fallegu minningarnar að bláa hafinu ég byrjaði að læra að sauma þegar ég bara mjög ung, þannig að það námskeið í skólan og allir krakkarnir, allar stelpur á skóla þarf að læra til að sauma því móður núna ekki alveg það ekki skóla. Og þá einmitt svo mikilvægt að kenna bara, og að það sé ekki hægt að kenna það á Gaza, að kenna þá bara öllum hinum sem að geta lært. Ég vona að gera það í framtíðinni. Það hljómar ótrúlega fallega. Nassíla, hvenær hefur verið hugsað að vera með námskeið? Kannski í júni. Women in Iceland ætla að hjálpa mér með stað og þau ætla að líka að styðja mér. Og ég bara I'm so appreciated for women and I'm one of the board member og to bara skipti yfir engelsk. Gaza company is a social enterprise. It's not a profitable company. So even all the work that I'm doing, that's bara alveg voluntary work. All the work that, all the designing, all the ceilings, everything, it's going for women of Gaza. And when I established this, it was mainly to support the students to be able to pay for their fees because they were struggling, and also to support some women in some kind of create an income for their families. And nowadays I have some students who have approached me to ask for kind of support, and it's okay, I don't have that much of water, and I really wish I would like to support them. So it comes to my mind. It's even we are not in charge, because even women in Iceland or Gaza company they are not profitable, not profitable. So even we are selling our products for really low prices, and I have some questions why you are selling your beautiful stuff with such low price, but we do not want to make a profit. I don't pay salaries, all the work that I'm doing it for free, and this is þetta að minnsta kosti til að gera fyrir fólk í Gaza, félagsskyldi mín. So it's I hope that we will start it in June. I already have a list of women who are interested to know the culture, og líka vel að læra og kenna að sauma. Þó ég hugsa, ég ætla að búa til námsefni strax, eftir kannski 2 daga, og eftir það bara skipulega að byrja í júni. Ég vil að ræða þetta með women, hvað þó ég frí til að gefa okkar stað og Frábært, og það hægt að finna Gaza Company á Facebook og þarna Gaza Company á Facebook, Gaza Company, og líka Instagram Company Gaza, og Viv website is gaza.res, og það bara alveg. Og hægt að skrá sig á námskeið hjá þér og svona skoða vörurnar sem að þeir eru með, og eins og Natsíla sagði hér, þá þetta er allt góðgerð starfsemi og fer beint í að hjálpa fólkinu á Gaza. Hún sem sagt miðlar þessum sagnararfi í gegnum handverkið til þess að aðstoða fólki sitt heima, og líka vegna þess að það er svo mikilvægt að fagna því sem fagurt og góðar minningar sem að koma af svæðinu og frá Palestínu. Það eru ekki bara þetta ljóta sem að við erum vitni að núna. Natsíla, þakka þér kærlega fyrir að koma hingað að rauða borðinu til mín í dag, og gangið þér vel.
Takk fyrir að þið bjóða mér til að koma og segja frá Gaza. Já, bara hvenær sem er. Takk fyrir. Og tók ég við, það meira hér handan við auglýsingar. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.